Sæl. Þá er komið að erindi númer 2 og í þessu erindi förum við frá Reykjavík til Þingvalla og skoðum þá jarðfræði sem þar er að sjá á leiðinni. Svo svæðið sem við ræðum núna er sem sagt hér frá Reykjavík og að Þingvöllum. Þetta er ekki mjög stórt svæði en það er margt mjög áhugavert að sjá á þessu svæði. Þingvellir eru hluti af Hengils eldstöðvakerfinu hérna, þessu rauða, sem er jú hluti af vestur gosbeltinu. Reyndar nær Suðurlands brotabelti hér nánast að henglinum og ég ræði það seinna í síðari erindum, bæði hengilinn og svo Suðurlands brotabeltið. Svo hér sjáum við hengilskerfið betur. Það er þetta hérna langa, 80 kílómetra langt og allt upp í 10 kílómetra breitt. Nú svona í syðri hlutanum á því er megineldstöðin Hengill sem ég ræði seinna og við sjáum aftur hér að Reykjavík liggur utan, höfuðborgin sjálf liggur utan við eldstöðvakerfin en auðvitað ekki mjög langt frá sumum þeirra eins og Bláfjöllum og Krýsuvík. Svo við hefjum núna ferð okkar eftir hinum eiginlega gullna hring og tölum þetta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Það vísa í þá staði þar sem við stoppum og ég sýni ykkur myndir og við reynum átt okkur á því sem ber fyrir augun að því varðað jarðfræðina. Þingvellir sjálfur er í ungu hrauni, nútíma hrauni, 9-10.000 ára gamlu, en á leiðinni héðan frá Reykjavík og að Þingvöllum þá sjáum við miklu eldri berglög, einkum úr Esjunni og við skulum kíkja á þau í stoppustöðum 1, 2 og 3. Svo Esjan hefur myndast með tvennum hætti. Annars vegar hafa hlaðist upp gosefni, þá náttúrulega hækkar hún, og hins vegar hefur verið gríðarlegt rof. Og gosefnin hlóðust auðvitað upp í vestur gosbeltinu, þar sem nokkurn veginn þar sem Þingvellir eru í dag. En síðan hefur þetta svæði rekið til vesturs 1 centimeter á ári að meðaltali og elsta bergið í Esju sem er vestast í henni, og við tölum seinna þegar við förum upp í Hvalfjörð og reyndar hluti af Viðeyjarstöðinni, er 2,8 milljóna ára gamalt og er í 28 kílómetra fjarlægð frá Þingvöllum, þannig að þetta passar allt saman mjög vel því að ef rekið er 1 centimeter á ári þá gefur það 28 kílómetra á 2,8 milljón árum. Svo hér sjáum við í Esjunni Móbergslög, Lárétthraunlög og Hallendarhraunlög, ég tala það betur á eftir, og síðan innskotslög eins og Skáganga og lóðréttaganga eða venjulega ganga. Rof ísaldarjökla hefur formað þetta fjall sem við köllum Esju og við sjávarmálið upp í Hvalfirði og niðri í Reykjavík er rofið suðvestanlands mest svona 1200 metrar. Esjan sjálf er hæst 914 metrar, þannig efstu lögin í Esjunni, þau eru bara nokkur hundruð metrum fyrir neðan það sem var upprunalegt yfirborð gosbeltisins. Og það þýðir að efstu lögin eins og við sjáum hér, þau eru lárétt. Það er lítill hall á þeim, smáhalli hérna, en mjög lítill. En þegar fer neðar í staflan, þá verður hallin meiri eins og ég skýri á eftir. Og þeim hallar, eins og þið sjáum hér, í áttina að vestur gosbeltinu. Hvis ég segi, þá bara líta svo á að Esjan hafa orðið til, að hluta til á svæðinu þar sem Þingvellir eru núna nálægt því. Það er fullt af sígengjum í Esjunni og svæðið hefur síðan rekið frá Þingvöllum, frá gosbeltinu, til vesturs, eins og ég segi 1 centimeter á ári, og lyfst upp. Og hvers vegna hefur það lyfst upp? Jú, vegna þess að rofið, það léttir á skorpunni og hún rýst við upp vegna flotjafnvægis.
og mesta risið kannski 800 metrar. Að auki á sama tíma þá þykknar hinn eiginlega skorpa vegna þess að hluti af þeirri kviku sem í möttlinum, hún festist við eða storknar undir botninum, þannig að botnin eða neðri mót skorpunnar þykkna með tímanum. Og kíkjum á þetta núna. Gosbeltið þannig að það hlaðast upp gosefni, ýmist í megineldstöðum eða fyrir utan það megineldstöðar, og þetta veldur því að það þrýstingur á lögin sem undir eru. Og því eldri sem þeir eru, þeir neðar í staflanum, því meiri hefur þrýstingurinn orðið, þess að meiri hefur áhrif þrýstingsins orðið á hallan. Þannig að hallinn vex niður í staflanum. Sett við yfirborðið eru lögin yfirleitt nánast lárétt nema þá auðvitað hlíðum á stórum megineldstöðum, stórum eldkeilum. En síðan vex hallinn niður í skorpunni og verður meiri og meiri, og á vesturhluta landsins þá hallinn til austurs og austurhluta landsins hallinn til vesturs, svona gróft séð. Það eru auðvitað undantekningar frá þessu, en þetta svona grófa myndin. Svo við kíkjum aftur á Esjuna og þá sjáum við þetta passar mjög vel. Þess að efst í Esjunni eru lögin nokkurn veginn lárétt eða með lítinn halla, og sá litli sem þar í áttina að vesturgosbeltinu, og sama með lögin neðar í Esjunni, þar sem hallinn miklu meiri. Að lögin eru þannig að hallinn í áttina að vesturgosbeltinu. Síðan ætla ég bara að sýna ykkur aðeins til samanburðar hvernig þetta á Austurlandi og Austfjörðum. Hér erum við í Hamarsfirði, sem rétt hjá, eða Djúpivogur stendur rétt við Hamarsfjörð, og svo Berufjörður fyrir norðan. Og hér ég horfa í norður og við sjáum sérstaklega vel hér hvernig hallinn breytist með dýpt í jarðlagastaflanum, sérst í Búlandstindi sem hér hæstur. Þar hallinn 2 gráður og síðan vex hann með dýpt í jarðlagastaflanum og verður mest við sjávarmál 12 gráður. Hér aðeins dýpra rofið heldur en á Vesturlandi, heldur en í Vesturlandi eða í Hvalfirðinum, eins og kannski næst okkur á Reykjavíkursvæðinu. En hallinn hér sérst til gosbeltisins og þá í vestur eða norðvestur, og eiginlega hér í Hamarsfirðinum í áttina mótum norðurgosbeltisins og austurgosbeltisins. Höldum nú áfram eftir Gullna-hringnum, og næsta stopp þá við Stardalinn, við Stardalseldstöðina sem austast í Esju. Og hún sést auðvitað vel frá veginum, og ég færi mig aðeins nær á næstu myndum. En þessi eldstöð hér var virk fyrir svona 1,8 milljón árum. Allar þessar megineldstöðvar eru virkar í 20.000 og venjulega 100.000 ára. Þannig að þetta svona viðmiðunartala sem var virk fyrir 1,8 milljón árum. Þessi eldstöð var virk í langan tíma auðvitað. Og ég sýni hér á mjög einfaldaðan hátt hvernig í einhverjum tímapunkti yfirborð Stardalseldstöðvarinnar kann að hafa litið út, en síðan hefur hún rofnað, rofið auðvitað vegna ísaldarjökla sem hafa grafið niður. Þannig við sjáum innviðina, við sjáum Stardalshnjúkana og Móskarðshnjúkana, og ég ætla að ræða það betur núna með því að færa mig nær eldstöðinni sjálfri. Hér sjáum við fyrst Móskarðshnjúkana. Þeir eru úr líparíti, ljósgrýti, og síðan eru Stardalshnjúkarnir sem eru úr basalti, og hvoru tveggja tilheyrir Stardalseldstöðinni. Stardalshnjúkarnir sjálfir sem eru úr basalti eru eins konar laggangar eða samastand af laggöngum sem ekki óalgengt í grunnstæðum kvikuhólfum. Þannig að það ekki útilokað að á tímabili hafi þetta verið efsti hluti, kannski að einhver leyti aðskildur hluti frá megin grunnstæða kvikuhólfi Stardalseldstöðvarinnar. Því þetta svæði hérna,
Stardalshnjúkani, þetta er mjög grunnt. Rofið hér er ekki nema svona 700 metrar frá upprunum toppi fjallsins. Þannig ef þetta var toppurinn á kvikuhólfinu, sem ég tel frekar líklegt, þá var það mjög grunnstætt kvikuhólf, aðeins á 600-700 metrar dýpi. Svo mörg grunnstætt kvikuhólf á Íslandi eru á svona 1200-1500 metrar dýpi með þakið eða toppinn. Þannig að þetta veri enn grynnra en það. Og síðan færi ég mig aðeins nær Stardalshnjúkunum sjálfum og við höfum hér 2 stúdenta sem mælikvarða og þá sjáið eins og er algengt í kvikuhólfum, grunnstöðum kvikuhólfum sem hafa storknað á Íslandi, að þau eru mynduð úr laggöngum. Þannig að maður getur séð oft lagganga eða syllur eins og við köllum það yfirleitt, sem eru þá hluti af þessu grunnstæða kvikuhólfi sem eru náttúrulega storknað og við sjáum það hluta þegar það er storkið og þá mynda það fallegar stuðlasprungur eins og við sjáum hérna. Svo þetta er hugmyndin hvernig eldstöð laut út í ákveðnum tímapunkti, en það er fleira sem gerist í þessari eldstöð. Eins og mjög margar megineldstöðvar á Íslandi, þá hrundi hún. Það varð öskjusig að minnsta kosti einu sinni. Margar eldstöðvar eru þannig að það verður öskjusig nokkrum sinnum megin ringsprungurnar eins og ég skýri hér á eftir. Í öllu falli þá vitum við að það var miskoti eitt því að askjan er greinleg á þessu sviði og þetta svæði hefur sigið. Það er ekki bara rof, heldur það er líka seig spilda þarna, landspilda, innan öskjubrotsins, innan ringsprungunar. Og hvernig verður þetta til? Ég minnst á öskjur áður. Það sem gerist, ég sýni þetta hér í þversniði og áttu ykkur á því að þetta er það sem þetta er þvers, þá sýni ég bara hálfa ringsprunguna. Að það þarf sérstakt spennusvið sem er ekki auðvelt að framkalla til að mynda öskjur. Það er þannig að mesta svokölluð skerspenna sem eldur öskjusvínu, því að öskjubrotin, þó þessu eru oft nánast lóðrétt, eru raunverulega misgengi. Og spennusviðið þarf að vera mest hér yfir í jaðri grunnstæði kvikuhólfsins og það er ekkert mjög auðvelt að fá það. Það verði mikil samsöfnun á spennu eða spennumögnun hér fyrir ofan jaðrana á kvikuhólfinu. Sú spennumögnun er leiðið til myndunar ringsprungunar. Þannig verða öskju til. Og hér sjáum við öskju og hugsanlega ekki ósvipað þeirri sem var í Stardalseldstöðinni fyrir kannski 1,8 milljón árum eða svo. Eins og ég segi, öskjusig eru ekki mjög algeng. Ef við kíkjum á svona tölur sem liggja fyrir, þá eru talið að vera 1500 virkar ofansjáan megineldstöðvar á jörðinni. Og ef við kíkjum á síðustu öld, þá urðu veruleg öskjusig, og þá eru að tala sig þar sem að færslan hér er minnst 100 metra. 100 metra. Að veruleg slíku öskjusig voru kannski 6 á þurrlendi, í eldstöðum á þurrlendi á síðustu öld. Og þessur öld fram til 2025 hafa orðið 2 slík sig. Og við erum talað veruleg sig upp á 100 metra og ef við kíkjum síðan á stærð spilduna sem sígur, þá verður mesta þvermál, það er að segja spildan sjálf þarf að ná að minnsta kosti 1 kílómetra í þvermál til að geta talist askja. Ef það er miklu minna, þá erum við ofta að tala það sem kallað fallgígur og fallgígur hefur ekkert með sig inn í kvikuhólf að gera. Þeir eru myndaðar á allt annað hátt. En þeir líta út svipað og öskjur, en þeir eru myndaðar á allt annað hátt og kannski ræði það einhvern veginn seinna hvernig þeir eru myndaðir. En askja til að teljast verulegt öskjusig þá síða að vera 100 metra og spildan að vera minnsta kosti 1 kílómetri, oft miklu meira í þvermál. Þegar við nú nálgumst Þingvelli, þá sjáum við sérlega fallegan sigdal frá veginum.
Sett, ég að horfa hér í norður, hér eru Botnsúlur og hér er Ánasfell og svæði hér á milli er Sigdalur. Þeir eru svona vafflaga, sem ég skýri á teikningu á eftir, þeir eru vafflaga, sett, það kemur vaff hérna, getum við sagt, vafflaga bókstafi hér, Sigdalur mynda vafflaga bókstaf, getum við sagt, af því að Sigdgengin, þau halla á móti hvort öðru. En það sem er merkilegt hér á íslenska mælikvarða er stærðin á þessu sígengi hér, sígengi 1. Færslan hér, heildarfærslan er yfir 400 metrar og þetta mun vera eitt stærsta sígengi á Íslandi. 400 metrar, það er veruleg færsla. Svo hér er að skýra hvernig svona sigdæli verða til og hvernig þeir líta út. Sko eins og ég segi, þá er spildan vafflaga, hún þarf ekki að vera vafflaga með halla alveg upp til yfirborðs, oft nálægt yfirborði í ungum hraunum, eins og á Þingvöllum, þá er efsti hlutin lóðréttur, enda þar upprunalega mynda sem togsprunga. En í segjum móbergslögum og setlögum og svona frekar veikum lögum, þá heldur hallin sér til yfirborðs. Það er kannski 70 gráður, 65, 70, 75 gráður til yfirborðs. En sérst í hraunum, sérstaklega þykkum hellurhraunum eins og á Þingvöllum, eru sígengin ekki bara í sigdölum, heldur sígengin almennt oft lóðrétt í efsta hlutanum, svona efstu 20 metra eða jafnvel 100 metra. Nú hvernig mælum við færsluna? Við mælum heildarfærslu með því að finna leiðarlag. Það er lag sem er auðvelt að þekkja báðum megin við Sigdalinn og inn í Sigdalnum og við getum einfaldlega mælt þetta út í náttúrunni með hallamáli og það löbbum við hérna upp, klífum upp fjallshlíðina og mælum hæðina hér og hæðina hér, sama hérna og þannig finnum við út hver færslan er í heild. Svo við getum ekki sagt hver færslan var í einstöku jarðskjálftum út frá þessu, en við getum sagt hver færslan hefur orðið í heild sinni meðan að Sigdalur var að myndast. Oftast myndast þeir í mörgum þrepum, það eru mörg sig sem mynda Sigdalinn. Og ég vil sýna ykkur hér lítinn Sigdal. Þessi dalur er mjög mjór í raun og veru, hann er 170 metra hér, lárétt, en hann sýnir á sérlega fallegan hátt hvernig Sigdali geta litið út, segjum á 800-900 metra dýpi í jarðskorpunni, segjum undir Þingvallasvæðinu. Við erum hér í Brynjudal og þetta er Múlafjall, þetta er innanlega í Hvalfirðinum og við erum að horfa í norður. Og þetta er aðeins 20 kílómetra vestur frá Þingvöllum og aðeins 10 kílómetra frá stóra miskinginu sem ég var að sýna ykkur í Botnsúlum. Svo við erum hérna á dýpi í jarðskorpunni sem er ekki lengur virk, en við getum séð hér Sigdali svipaða þeim og við sjáum á Þingvöllum. Mjög svipaða. Og við getum þess vegna áttað okkur á því betur hvernig slíki dali myndast og þróast. Og ég nefndi við ykkur leiðarlag, hér er leiðarlag, þetta er brotaberg, móbergsbrotaberg, brúnt, sem gengur hér að fyrsta sígenginu og fellur niður hér 30 metra. Við getum séð fyllt í hér og síðan rís það upp ekki á einum misgengi, heldur nokkrum. Það rís upp í nokkrum þrepum hér, en heildarfærslan á báðum stöðum er 30 metra, sérst hér er það í eðlilegri hæð, fellur síðan niður 30 metra, við rekjum það hér yfir, síðan rís það upp hér eftir nokkrum misgengjum og er aftur komin í eðlilega hæð hérna. Þetta leiðarlagið er hér og þannig getum við mælt þetta með hallamáli með því að ganga upp hlíðarnar hérna og mæla munin á hæðinni yfir sjó hér og hæðinni yfir sjó hér. Og þetta eru jaðarmiskingir, stærstu miskingi hér eru jaðarmiskingi á þessum litla Sigdal, og síðan eru við með hraunlög hér og innskot, en þetta sýnir okkur hvernig slík lög
leiðarlög hegða sér á dýpt í jarðskorpunni og við getum borið þessar færslur saman við það sem við sjáum að gerist á yfirborðinu í dag. Og það sjáum við hér. Þessi mynd er tekin af vetri úr flugvél auðvitað og sýnir horft til norðurs, hér er Skjaldbreiður, Ármannsfell, allt á kafi í snjó. Við sjáum hér Sigdalinn, hann er miklu stærri heldur en sá í Brynjudal. Hann er 5 kílómetrar hérna milli Almannagjár og Hrafnagjár. Síið í heild sinni á nútíma, síðustu 9-10.000 ári, hraunið er 9-10.000 ári, hérna reyndar nokkur hraun, en svona aðrar hraunið hér er 9-10.000 ára. Færslan hefur verið metin með svona sveigingu líka hér í miðjunni, allt að 70 metrar, en við misgengin er hún minni og mesta færslan við misgengin er 40 metrar. Það fer svolítið eftir í hvernig þetta er mælt. Ég sýni ykkur eftir, maður getur mælt síið hér Almannagjá miða við brúninnar á veggjunum, þá er mesta færslan 28 metrar eins og ég segi hér. En þegar miðaði við færsluna frá hæsta stað hér á vesturhlutanum yfir í lægsta stað hér næst sprungunni á austurhlutanum, þá er það 40 metrar. Og síðan nefni ég líka hver færslan er hér Hrafnagjá. En þetta eru svipaðar færslur og við vorum að skoða í Brynjudal. Þannig við fáum mjög góða mynd af þessu. Annað sem ég bendi ykkur á er að þessi misgengi mörg má rekja upp í Ármannsfell. Og sum eru svolítið sérstök, þau snúast við. Færslan er í aðra átt, færsla sem er til austurs og verður færsla til vesturs og svona. En það má sjá mörg af þessum misgengjum hér í Ármannsfell. Skulum halda áfram. Hér eru helstu stoppistöðvarnir á Þingvöllum og það sem við kíkjum á núna er 4 til 7. 8 er í þriðja erindunni, það er Hrafnagjá. Ég tala ekki Hrafnagjá mikið í þessu erindi en tala manni í næsta erindi. Og þar ræði ég líka Hrafnabjörg sem er Móbergsfjall. Ég ræði þar mynd Móbergsfjall almennt. Síðan komu þetta Laugardalsvellinir og Hellandi þar og förum stíðan lengra að Geysi og Gullfossi og svoleiðis. En við skulum núna fara hérna niður og skoða það sem við sjáum. Þetta er stórmerkilegur staður, ekki bara sem sögustaður þjóðarinnar, heldur jarðfræðilega alveg stórmerkilegur. Þingvellir eru einstakt náttúrufyrirbæri. Og við sjáum það hér aftur flugmynd horft til suðvesturs eftir suðurenda Almannagjár og horfi hér til suðvesturs að Henglinum. Og ef við skoðum núna, hér við Lögberg, ef við skoðum fyrst opnunna, gliðnunna, þá er gliðnunin mest milli sprunguveggjanna 64 metrar. En færslan síðan, sem skýrir betur með teikningu á eftir, ef við miðum við hæsta hluta hér og lægsta hluta hér næst sprungunni, þá er færslan mest 40 metrar. Ef við hins vegar miðum við sprungubarmana hér og sprungubarmana hér, þá er mesta færslan 28 metrar. En við skulum kíkja aðeins frekar á þetta stórkostlega misgengi. Og áttu okkur á því að undir þessu misgengi og Þingvöllum í heild sinni er kvika. Það er kvika undir öllum þessum eldstöðvakerfum og hún liggur í þró. Í tilfellinu við Hengilskerfið sem Þingvellir hluta, svo Þingvellir eru norður hlutin af Hengilskerfinu, þá er grunnstætt kvikuhólf, eins og ég nefndi áður, sem fæðir af sér mest af þeim gosum sem verða í og við Hengilin sjálfa. Síðan liggja gossprungur norður frá Hengli sem er mjög stórar, en þar hefur ekki orðið gos síðan fyrir 2000 ár, síðasta gosstað var fyrir 2000 ár. Svo Hengill hefur grunnstætt kvikuhólf, en til dæmis næsta eldstöðvakerfi á Reykjanesskaga, Bláfjöll, hefur ekkert slíkt hólf, svo vita sé.
Þannig að Hengillinn er raunverulega eina eldstöðvakerfið á Reykjanesskaganum, eða tengist Reykjanesskaganum, sem hefur, svo vitað sé, viðvarandi grunnstætt kvikuhólf. Annað sem er athyglisvert við Þingvelli er að þar hafi ekki orðið neinu sem segir gos í lengri tíma. Þar hefur ekkert gosið síðustu 9 til 10.000 árin. Og það er tiltölulega langur tími án gosa og kann að skýrast af því að spennuástandið í Sigdalnum er ekki sérlega vinveitt lóðréttum göngum. Og slíkt gerist stundum eftir sig í Sigdölum að spennusviðið breytist þannig að í sumum lögum, tiltölulega stífum lögum með háan svokallan fjaðurstuðul eða Youngsstuðul, spennusvið verður þannig að það verður hentugra fyrir lárétt innskot, syllur að lagganga heldur en lóðrétt, og það gerist oft á mótum laga þar sem annað lagið er tiltölulega stíft og hitt lagið tiltölulega dikt eða með lágan Youngsstuðul. Ég sýni það hérna. Annað sem kann að stöðva ganga sem kannski koma inn frá þrónni á leið upp er misgengi sjálft. Því að misgengi, þau geta verið mjög óhentug fyrir ganga og almennt nota gangar ekki misgengi. Gangar mynda sínar eigin sprungur, þeir nota veikleiki berginu svo stuðlasprungur, en þeir mynda sínar eigin sprungur, þeir nota almennt ekki misgengi. Jú, það eru til dæmi að gangar fari inn í misgengi, við þekkjum það, en reglan er svo að þeir mynda sínar eigin sprungur. Þannig að það er einhver skýringar á því að það verður ekki orðið neitt gos á Þingvöllum í lengri tíma og við skulum bara vona að það haldist áfram svo lengi sem mögulegt er. En kvikuþróin þar undir er á kannski 15-20 km dýpi. Dýpið á þessar þrær er mjög breytilegt, eins og ég nefndi í fyrsta erindinu, og það er verið að vinna miklu rannsóknum á því að finna þrærnar og reyna að meta dýpið á þakið á þeim raunverulega. Það er ekki hægt að meta hversu þykka þeir eru, en það er hægt að meta dýpið á þakið á þeim. Svo hér sjáum við aftur á flugmynd af Almannagjá hvar við förum núna niður, allir byrja hér og fara síðan niður göngustíginn. Þessar myndir sem ég sýni ykkur eru 15 og sumar 20 ára gamlar, þannig að það hefur margt breyst hér. Þetta er ekki lengur til staðar og aðkoman hér er allt önnur, eins og ég segi, frá aftur á eftir, en auðvitað sprungurnar hafa ekki breyst og við göngum hér niður og síðan endum við þessa ferð okkar niður hér að stað þar sem við hefum sett númerið 7 sem er Peningagjá. Þið sjáu hér togsprungur sem fylgja þessu. Ég sýni ykkur síðan myndir, miklu nýrri myndir af þessu svæði hérna, líka flugmyndir, þar sem við skoðum þetta betur. Þetta þekkja nánast allir landsmenn og við sjáum hér svona yfirlitsmynd yfir hluta af Þingvöllum, vesturhlutann, og ég er auðvitað Öxará og síðan lóðréttar sprungurnar í vesturvegg Almannagjár, og við sjáum hér, eins og ég nefni oft og reyna að skýra á eftir, að austurveggurinn er með halla. Hann er ekki láréttur, hann er með halla svona 11 gráður til austurs. Og hér er inngangurinn, menn ganga hér niður Almannagjá, og það sem er sérstaklega vert að benda á er að Almannagjá er gerð, eins og nánast allar slíkar tektónískar sprungur, er gerð úr mörgum hlutum. Og hér er einn hlutin að enda og þessir hlutar enda, eins og ég benti á í fyrsta erindi, þeir enda í togsprungum. Það er engin færsla hér, veggirnir eða barbandið þeir standast á hér. Það er engin lóðrétt færsla, þessi verður ekkert síð með við þennan. Þeir standast algjörlega á. Og hér sést sprungur hluti að enda
og annar að taka við eins og við sjáum betur á eftir. Hins vegar eins og ég segi, þessi mynd var tekið fyrir 15 árum síðan og það hafa orðið mikla breytingar hér á þessum inngangi síðan þessar myndir voru teknar. En sprungurnar eru eins. Svo göngum við þarna niður Almannagjá og þá sjáum við vestari sprunguveginn og við sjáum hverslags hraun er til staðar þarna. Þetta er hellurhraun, þetta er þykkt dyngjurhraun og slík hraun hafa belti, hraunbelti og ég sýni hér eitt hraunbelti við með getum rakið þessi belti og hver slíkt belti er flæði eining. Þetta er eitt hraun en gert mörgum tugum flæði eininga sem eru hérna og hvert hraun getur innihaldið 100 belta og verið mörg 100 metra þykkt. Venjulegast eru þau svona 0,5 til 2 metra á þykkt og þau koma úr litlum kvikuaugum sem eru þá opa á hraungöngum eða litlum hellum. Svo hér er nærmynd af hraunbelti eða flæðeiningu. Sjáum hér er toppurinn, hér er botninn. Síðan eru hér stuðlasprungur og það er myndast við kólnun og þegar kólnunum skreppur efni saman og sprungurnar myndast. Sko upprunalega hér er hitastigið á hrauninu það kemur út úr þessum göngum eða kvikuaugum kannski 1200 gráður. Það getur verið aðeins heitari, getur verið varla kaldari hellurhraun, þau eru illbý og heit. Þegar það hefur kólnað niður í 1000 gráður, þá telst það storkið eða fast berg. En það er ekki á hreyfingu lengur, en það eru auðvitað gríðarlega heitt. En sprungurnar, stuðlasprungurnar, þær myndast miklu seinna. Þær myndast ekki fyrir hitastigið hefur fallið niður í svona 700-800 gráður fyrir svona basalthraun. Svo þær myndast miklu seinna. Svo horfi ég hér frá Lögbergi og til suðvesturs langs eftir þessum hluta Almannagjár og það sem við komum hér niður, sem ég segi, það standa sprungubarmarnir alveg á og það er hrein togsprunga. En ef þið berið saman hér, þá sjáum við að þetta er miklu lægra heldur en þetta, þannig að þetta er sígengi. Við endan á svona sprunguhlutum eru misgengin, sígengin, yfirleitt togsprungur. Nú gliðnunin að færsla hér yfir er víða 40-50 metrar og einstökur stað 60 metrar, enda það mesta sem ég hef mælt er 64 metrar. Til að fá aðeins betri mynd af þessu skulum við aftur fara í flug og skoða þetta svæði. Við vorum hér við Lögberg og litum upp hér eftir göngustígnum og sprungan sem endar, sá hluti sem endar hér í togsprungu, þar sem við göngum niður, það er einn sprunguhluti. Þetta er einn hluti sem Almannagjá er gerð úr. Síðan er hér hliðrun, færsla til austurs og þar kemur nýr sprunguhluti. Sá hluti hliðrast síðan aftur til vesturs og þar er enn annar sprunguhluti hér og á næstu mynd þá sýni ég ykkur þetta svæði hér og myndinni þar á eftir þá sýni ég ykkur það sem að Almannagjá gengur út í Þingvallavatn. Hér sjáum við 11 gráðu halla og auðvitað má segja að Almannagjá sjálf líkist litlum löngum þröngum Sigdal. En við skulum kíkja núna á næstu mynd þessar hér en bendugráð í tilfellum með svona stór misgengi, sígengi, þá er oft mikið á togsprungum í grennd við þau. Hér er ein frekar mjó, en svo sýni ykkur auðvitað stóru togsprungurnar á eftir sem eru Peningagjá, Flosagjá og Nikulásargjá og aðra slíkar. Svo hér erum við að sjá það sem að þessi sprunguhluti hliðrast til vesturs, við erum að horfa í norðaustur hérna, eða norðaustur,
það hliðrast til vestur og þá oft svona skástigasprungur sem marka hliðrunina frá þessum hluta yfir í þennan hluta. Og hér sjáum við aðra hliðrun þar sem að nýr hluti tekur við. Og það fallegasta mengi eða fylki af slíkum sprungum, svona hliðrum skástígum sprungum, þessi sýningu hér á næstu mynd. Þetta það sem Almannagjá, við erum að horfa núna aftur í suðvestur, það sem Almannagjá gengur yfir í og niður í Þingvallavatn. Þetta allt hreinar togsprungur og það eru skástígar. Sprungarnir eru almennt samsíða en þær mynda horn við almenna stefnu Almannagjár eins og hún myndi vera hér undir þessu hrauni. Og þegar menn sjá svona skástígasprungu þá oft gert ráð fyrir að hafi verið svokölluð skerhreyfing, þetta lárétt hreyfing þar sem færslan á einu hlutanum, þessum hluta væri í þessa áttina og þessum hluta hérna í átt að vatninu, frá vatninu og að vatninu. En svo ekki hér, alls ekki. Þetta bara vegna þess að það snúningur á spennusviðinu í efsta hluta hraunsins og þá myndast þessar skástígasprungur. Það alls ekki nokkur færsla hér lárétt, því það verður þá svokallað sniðgengi eða striggengi og svo alls ekki til staðar hér. Annars ég get bent ykkur á að það sem sé hvíti bílli hérna, þar mældi ég opnun á þessar sprungu sem 12 metrar, bara að gefa ykkur með svona mælverða, þar ekki sjáu þau þetta hér. Sumarbústaðina við Þingvallavatn sem gefa ykkur svona hugmyndur stærðarhlutvöllin en þessi hér næst hvítabílnum 12 metrar og opnun 12 metrar og þetta eru allt hreina togsprungur, ekki misgengi. Og hér svona skýring á því hvers vegna hallinn eins og hann eða allavega ein möguleg skýring. Það sem gerist það að sprungan, Almannagjá, allt upp í 64 metrar segjum í vídd eða opnun, eins og við köllum það hér. En síðan mætast sprunguveikinn þar sem hún breytist yfir í sígengi. Hversu djúpt það breytilegt, það að reikna það út, hvað djúpt hreinar togsprungur geta náð og svona almennt með við eðliseiginleika hrauna þá myndi það búist við að sprungurnar á Íslandi á Þingvöllum togsprungunni gætu verið mest svona nokkur 100 metra djúpar. Þær geta aldrei verið meira en 1 kílómetri því þá verða þær að breytast í sígengi. En hér semst Almannagjá og hún breytist auðvitað í sígengi með dýptinni þar sem veggirnir síðan mætast og það núningur. Og það trúlega þessi núningur sem veldur því að það halli á austurveggnum. Núningur hér sem sýnum þessum örfum, þar sem sígengi lokað, það verður núningur auðvitað og veldur halla. Slíkur halli mjög algengur á sígengjum á Íslandi, sérstaklega í þykkum hellurhraunum. Annað sem við sjáum þessi færsla sem ég var að tala um. Ef við tökum bara hæsta hlutan hér á vesturveggnum og berum saman við lægsta land hér næst misgenginu að austanverðu, þá erum við að tala frá 140 eða tæpum 140 metrum niður í það bil 100 metra, við erum að tala 40 metra færslu. Ef við hins vegar lítum á sprungubarmana hérðan og hingað, þá erum við að tala mest 28 metra. Þá erum við að tala mest 28 metra. En þetta þýðir að færsla þetta misgengi eftir hvernig á það litið, ef við lítum nú á bara mestu færsluna hér, þá hefur færslan verið 40 metra síðustu 9–10.000 árin frá því að hraunið varð til. Nú á þessari flugmynd horfum við síðan til suðvesturs og við sjáum hér nokkra þessum stórkostlegu togsprungum sem eru nálægt Almannagjá og eru þekktar auðvitað fyrir glæsileik sinn og fyrir að vera ein af þeim með þessi peningagjá. Önnur sem orðið fræg nú seinni áratuginn auðvitað Silfra sem hérna sem menn hafa gaman að því að kafa
Og síðan eru smærri togsprungur hér eins og sjáið og togsprungur og misgengi hér líka. En það sem sjá hér er að Peningagjá og Nikulásargjá eru bara suðurhlutin af Flosagjá, eða suðvesturhlutin af Flosagjá sem eru stærri og ég ætla að sýna ykkur allar þessar sprungur á næstu myndum. Síðan sýni ég svona á einfaldan hátt að þetta er afleiðing af plötuníkinu, plöturikinu. Í sumum tilfellum hjálpa gangar auðvitað til. Þeir myndu nú varla mynda 15 metra opna sprunga á yfirborði. En ganga sem ekki ná yfirborði þess stundum vikka sprungur sem eru til staðar eða mynda minni sprungur á yfirborðinu. Hvort það hefur gerst hér vitum við þetta ekki því að þetta gerist fyrir löngu síðan. Svo hér er hinn fræga Peningagjá og við sjáum að grunnvatnið er einstaklega tært og hreint enda er Þingvallasvæðið gríðarlega stór grunnvatnsgeymir. Og við sjáum hér að þetta er hrein togsprunga því að sprungubarmurinn hér og sprungubarmurinn hér er í sömu hæð og hér á milli er 10 metrar þannig að gliðnunin og opnunin er 10 metrar. Þetta er síðan Flosagjá sem er enn stórkostlegri heldur en Peningagjá. Opnunin hér á milli eins og við sjáum aftur er sprungubarbandi passa alveg saman, er í sömu hæð, þetta er hrein opnun, ekkert misgengi. Og 15 metrar, ég mældi hér mest 15 metra opnun. Dýptin er hér 25 metra, þá er með við þá dýpt sem að getur séð. Í Silfri er hún alltaf 60 metrar, en þessar sprungur eru þetta dýpri heldur en þetta því það eru ganga neðar í jarðskorpuna en það er ekki hægt að fara neðar heldur en kannski 25 metra og 60 metra í Silfri. En raunveruleg dýpt, eins og ég segi, það er að meta hana, að reikna hana út frá eðliseiginleikum bergsins og því spennisviði sem getur reiknað með að sé til staðar og því að þær hafa ekki sprungurnar hafa ekki síið, þar að segja það hefur ekki orðið misgengi þær og þá fær maður út að dýptin að þeim gæti verið allt frá nokkrum tugum metra og við vitum það auðvitað þær eru það sumar upp í kannski mest svona 300-400 metra að væri það algengasta. Þær geta hins vegar ekki verið dýpri heldur en 1 kílómetri af því að þá verða þær samkvæmt sprunguaflfræðinni að breytast í siggengi. Og ef það er ekki siggengi til staðar eins og hér, þá geta þær ekki verið dýpri en þetta. Þannig að það er engar togsprungur af þessu tagi sem ná niður í kviku. Það gerist ekki að togsprunga opnast á yfirborði og opna leið fyrir kviku niður í kvikuhólf. Það getur ekki gerst. Hvorki passar það við fræðin, ég er það í samræmi það sem hefur skoðað í náttúrunni. Svo ég tel að við hæfi að enda þetta erindi á þessu fallega yfirliti hér yfir Þingvallasvæðið, Þingvallavatnið og fjöllin í kring. Og það sem við sjáum hér auðvitað fyrir utan Þingvallavatn, þetta er flugmynd, þá sjáum við Botnsúlur, Ármannsfell, Skjaldbreiður er hér og síðan Hrafnabjörg. Ég ræði sérstaklega Hrafnabjörg og Skjaldbreið í næsta erindi og reyndar Hrafnagjá. Þegar ég fer ferðinu upp að Henglinum, þá mun ég ræða Nesjaey og Sandey, því það tengjast þessu tiltölulega unga hrauni, þessu Nesjahrauni sem er 2000 ára gamalt. En allt verður þetta rætt betur seinna og ég vil bara að lokum þakka fyrir áhorfið og vonast þess að sjá okkur í næsta erindi.